Herðu, þá komin tími til að slá á þráðinn til Helenar Ólafsdóttur, öryggissérfræðings. Vertu blessuð. Komdu blessuð. Sæll og blessaður. Herðu, það sem að okkur langar að ræða núna eru svona njósnaforrit. Hvernig verið að fylgjast með fólki linnulaust alla daga út allan heim? Já, ég var á mjög skemmtilegri talaði á mjög skemmtilegri ráðstefnu í síðustu viku sem var í Nígeríu. Þar sem við vorum að fjalla einmitt njósnaforrit. Það var reyndar í tengslu við svona kannski fátækari ríki og ríki þar sem kannski minna lýðræði. En það er alveg ótrúlega, mér finnst þetta. Já, þetta náttúrulega ekki bara hættulegt, heldur þetta að gerast svo hratt að ríkin sem að náttúrulega eru kannski með lélegt regluverk og kannski ekki eins öfluga stjórnsýslu, ekki með lagaramma, en svo náttúrulega fór ég bara að skoða þetta í tengslu við Vesturlönd og Ísland og þá náttúrulega kemur í ljós að við erum í rauninni heldur ekki með lagaramman fyrir njósnaforrit. En ef við byrjum bara í Nígeríu, þar sem að í þessum fátækari löndum sem eru með minni innviði, minni regluverk, hvaða afleiðingar hefur þetta? Hver er að nota þetta í hvaða tilgangi? Já, Pegasus sem sem sagt frægasta forritið sem að allt var vitlaust út af fyrir nokkrum árum sem að margir hafa heyrt af sem framleitt í Ísrael af fyrirtæki, einkafyrirtæki. Og þetta einkafyrirtæki bara að þó þetta sé einkafyrirtæki þá það samt þannig þetta skilgreint svona military wear þannig að varnarmálaráðuneytið í Ísrael það verður að leyfa útflutning á þessu njósnaforriti. En það kom í ljós fyrir nokkrum árum að í það minnsta einhverjir 180 blaðamenn í 20 löndum var verið að fylgjast með í gegnum þetta forrit. Og þetta voru lönd eins og Indland, þetta var Marokkó, Azerbaijan, Ungverjaland og svo framvegis. Það eru alls konar lönd, skilurðu. En málið það að í ríkjum þar sem að þú ert með bara slagsíðu, hvað varðar lýðræði, að þá núna svo auðvelt fyrir óprúttna aðila, sem sagt, eða ríkisstjórnir, alræðisstjórnir, að kaupa bara þetta forrit og þeir geta fylgst með hverjum einasta manni í sínu umdæmi, þú veist, innan síns ríkis sem sagt, og fylgst þá sérstaklega með aðgerðasinnum og svo framvegis. Og þetta þú veist ekki af því að þetta forrit sé í símanum. Það engin leið og þú þarft ekki einu svona að aktiveita þetta forrit. Þú þarft ekki að íta á neitt. Þetta ekki eins og þegar maður fær svona einhvern phishing e-mail, heldur þetta bara þannig að þetta bara sjálf aktivitast og þetta bara í símanum og sá sem að á forritið eða kaupir forritið, hann í rauninni sér allt sem gerist í símanum, bara spegill af símanum. En svo fór ég líka og við fórum að tala þetta ekki bara kannski að maður hafi áhyggjur af þessu innan einhvers ríkis. Nú skulum við átta okkur á því að leyniþjónustan í Ísrael, það alveg 100% líkur því að leyniþjónustan í Ísrael sé að sjálfsögðu að nota þetta njósnaforrit. Og þá spurningin hvar hún að nota þetta njósnaforrit? Væntanlega ekki bara í Ísrael. Þannig að þetta rosalegt áhyggjuefni og það bara vantar allan lagaramma og umræðu finnst mér bara á líka Vesturlöndum varðandi hvernig við ætlum að nota, hvernig ætlum við að snúa okkur að þessu forriti. Vegna þess að við getum farið út í það varandi Ísland, lagaramman og svona loopholes, eins og ég kalla það. En ef við skoðum aðeins hvað forriti getur fylgst með í símanum, það fylgist með öllu sem að þú skrifar og sendir og myndar og annað slíkt. Já. Og tekur náttúrulega upp öllu samtöl og En getur það líka nota síman sem raunverulega upptökutæki þannig að það sé verið að taka upp þegar þú ert ekki að nota síman. Ég veit. Þú kannast við að það er svo margir sem hafa þessa tilfinningu. Ég nefndi bara Timberland skó í gær í hádeginu og það kom auglýsing bara til mín daginn eftir. Ætli að fara ekki bara eftir símanum og hvað fólk með kveikt á varðandi þú veist þess að það option sem þú átt að fara inn í og tekka á með Google og annað En þú sér þetta forrit aldrei þannig þú getur ekki sagt að þetta forrit má hafa aðganga þessu þannig þú sér það aldrei. Og þá kannski önnur spurning, hvernig kemst þetta forrit inn í síma minn? Hvernig veit ég hvort að ég með þetta forrit í símanum mínum eða ekki?
Sko það hægt að, það eru sem sagt með hjálp tækni aðila að sjá svona forensic, svona eitthvað sem, en þú þarft að fara með þetta til sérfræðings til þess að láta skanna símann og sjá hvort það sé eitthvað forensic evidence að það sé í símannin. Þú finnur þetta ekki sjálfur sko. Og síðan annað með þetta að ekki nú kunnir, þú veist, á þessa tækni. Svo annað sem svolítið athyglisvert með þetta hvert upplýsingarnar fara, því þær fara síðan í eitthvað skilurðu. Og geymslan og hvernig síðan þó að NSO fyrirtæki sem að selja þennan hugbúnað leiti algjörlega fyrir það að þeir hafi aðgang af þessum skýjum, þá ekkert, ég meina, hvað veitum við um það? Þú veist, þannig að þetta gæti verið alveg massífur njósnaheimur sem að bara fyrirtæki sjálft hafi kannski accessa skilurðu allan heim. Þannig að við vitum það í rauninni ekki þó að fyrirtæki hafi þverneita fyrir það að þeir hafi áframhaldandi aðgang af þessum upplýsingum og kaupir forritið. En svo það að eitthvað safnar upplýsingunum, allt sem að ég segi og geri og allt sem að þú segir og gerir og þá þarf náttúrulega eitthvað að fara yfir þetta. Og það náttúrulega til núna með gervigreind og svona þá þetta hægt að skanna raunverulega gríðalegt magn af upplýsingum í leit að einhverjum tilteknum atriðum. Þannig að sá sem að njósna getur raunverulega fylgst bæði miklu lengur og ítalara með hverjum einum og líklega þá líka fylgst með miklu stærri hópi fólks. Já, algjörlega. Og gerist miklu hraðar einmitt þegar þú ert ekki að vera að fylgjast með einum hverjum og hinum. En þetta virðist að vera allavega í þessum málum sem að koma upp og hafa verið að koma upp. Þá klárlega verið að nota þetta spyware. Sko, þetta yfirleitt keypt í einhverjum tilgangi að þeirra ríkisstjórnir að kaupa þetta. Ef það eitthvað opinbert um það, skilurðu, að þá þetta yfirleitt nota sem, já, þú veist, war against terror. Þetta alltaf í tengsl við hryðjuverka, svona rannsóknir og svona, þjóðaröryggi. Það alltaf nota, sko. En vandamálið að þeir sem að poppa upp í þessum málum sem hafa verið að, þú veist, aktivistar og blaðamenn sem að vita þeir undir smásjáni, þeir láta bara tjekka á símanum sínum, skilurðu. Og þeir sem eru svona high level, sko. Og þá að koma í ljós að þetta klárlega beint mjög mikið af aðgerðsinnum og blaðamennum sem eru að náttúrulega helsta tækið í því að halda að fjórða stoðin í því að hafa eftirlit með stjórnvöldum. Og ein leiðin fyrir stjórnvöld til þess að réttlæta njósnirnar að skilgreina fleiri sem hryðjuverkasamtök eins og Trump-ríkisstjórnin að skilgreina Antifa-hreyfinguna sem náttúrulega mjög óskipulögð og óljós hreyfing, þannig að þetta skilgreinir alveg hvern sem nálægt því og svo hafa stjórnvöld sagt sem að blaðamaðurinn sem að tók viðtal við þennan sem að átti að hafa eitthvað tengsl við hryðjuverkasamtök að við fylgjumst líka með honum og þannig stekkar netið. Já, það endalaust þetta kom með einhverju svoleiðis ástæður en sko það sem að ég var sérstaklega var að horfa í þetta út frá minni vinnu í mestmegnis í Afríku og Miðausturlöndum og einmitt mögulega notkun á þessu og þá vorum við einmitt að skoða þetta í löndum þar sem kannski ekki mjög opinber fjármagn, hvernig stjórnvöld fara með fjármagn kannski ekkert eins mikið sko opinbert eins og hjá okkur á Íslandi. Þannig að það svo rosalega erfitt að vita hvort að ríkisstjórnir sem eru sko einhverjar alræðisstjórnir, það sem lýðræðishalli, þú veist, eru að kaupa þetta einhvers staðar sko til hliðar í gegnum sínar bara leyniþjónustur eða þú veist, í tengslum við þjóðaröryggi og eru svo farnir að fylgjast með eigin þegnum. En sko það sem við vorum að skoða var þá hvernig getur reynt að stemma stigu við þessu. Þannig að það var svona ýmislegt rætt í tengslu við löggjöf og líka bara þú veist hvað eru rauðu flöggin sko. Þegar þú sérð allt í einu þú veist uppteki í það vera að allt í einu að fangilsa fleiri en venjulega einhverju svona blaðamenn eða aðgerða sinna. Þú veist þá þarf alltaf að spyrja af hverju þessi þú veist mikla aukning í því. Það líka hægt að fylgjast með og reyna að hafa svona meiri, þú veist, vera meira opin fyrir því hvað lögregla og öryggistofnanir eru að kaupa inn og hvaða samninga þessi lönd að gera við önnur ríki. Veist, hvað felst í til dæmis einhverjum þjóðaröryggis eða samstarfssamningi hermál eða varnarmál milli ríkja og einhver klausa í þeim sem innirfelur einmitt einhverja eftirlitsstarfsemi. Það er svona ýmislegt sem að þú veist þessi kannski
bara við sem þegnar þurfum að vera opin fyrir. Þú veist að spyrja réttu spurningana og svona fylgjast með bara hver eru trendin, hvað að gerast í kringum okkur. Til þess að svona, þú veist, átt okkur að því hvort það sé einmitt einhver svona aukið eftirlit með þegnunum í kannski trássi við persónuleg. En þú byrjar að tala fátæktarríki og þau sem hafa kannski minni svona ríkistóðir. En við þekkjum það í sögunni að til dæmis eins og Mossad telur sig geta eiginlega njósnað hvað sem er vegna þess að þeir eru að fást við svona tilvistarlega ógnir ríkisins. Það sama á við leyniþjónustu Bandaríkjanna, það var alltaf talið sig geta njósnað hvað sem er. Má þá ekki ætla að þessi fyrirbrigði nýti sér þessa tækni og séu raunverulega bara njósnað nánast hvað sem er? Jú, algjörlega. Og það það sem ég nefndi, sko, þetta ekkert bundið núna við ríkið. Ég myndi til dæmis ekkert vera hissa á því ef það væri allt í einu fyndist eitthvað svona forrit á íslenskum aðgerðasinnum, sko, eða blaðmönnum, og við vitum það bara sjálfa þegar Wikileaks dæmið var og Kristinn Hrafnsson var viðrifinn það mál þegar var fyrsta ópenbarlega árásin sem gerðist í Bagdad, þar sem var skotið á óbreytta borgara, og þessi vinsla varð á heima, sko, á RÚV, að þá var alveg nokkuð ljóst að það var verið að fylgjast með þeim af bandarísku leyniþjónustunni. Þetta kom upp, sko. Þannig að með þessum, þú þarft ekki einu svona fysikal lengur að vera á staðnum, sko. Nú þú bara tengist í gegnum skýin og í gegnum símana og í gegnum alla þessa tækni. Þannig að það rosalega góð bók sem heitir Techno-Feudalism sem eftir Yanis Varoufakis, sem frá Grikklandi, sem margir þekkja sem fyrrverandi fjármálaráðherra Grikklands og mikill sósíalisti og mikill aðgerðasinni. En hann fjallar í þessari bók hættuna varðandi, sko, hver á upplýsingarnar. Og raunverulega það að við erum eiginlega bara svona komin í postkapitalist samfélag þar sem að, þú veist, upplýsingarnar og skýin og öll þessi tækni sem okkur stjórna, við erum, þú veist, það allt í gegnum síman. Þannig að það er svo auðvelt að komast í okkar privacy og allt okkar líf, skilurðu. Þannig að þetta auðvelt að komast að þessu með þessum forritum, sko. Við erum búin að gefa svolítið mikið eftir af okkar burðum til þess að verjast gegn svona árásum á persónuvernd og friðhelgi einkalífsins, bara með því að við erum öll í þessum tækjum og þarna ég meina það, þú veist, hvort sem það Microsoft eða hvað það eða hvað ský sem við erum nota. Þetta tengist allt inn í þessar örfáu samþjöppun á örfáum aðilum sem eiga hreinlega öll þessi forrit, og samþjöppun upplýsingar er orðið mjög mikil. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að fara að taka svolítið alvarlega, sko. Ég held að við séum svolítið svoandi fyrir þessu. Nú getum að sé fyrir sér hvað leyniþjónustur og ríki eru að rannsaka og þau eru náttúrulega bara að verja valdhafana og telja að öll ógn við þeim sé skaðleg og réttlæti það að fylgjast með. En fyrirtæki sem að safna þessu saman, þau náttúrulega safna þessu saman til þess að geta selt okkur eitthvað meira, en það ekki eitthvað meira sem að þau gætu nota þessar upplýsingar í heldur en bara að komast að því að mér vantar til þennan tegunda skóm? Og ég held að sé líka mikið, við erum alltaf verið að tala skautun í fjölmiðlum, þú veist, það verið að reyna það verið að eyða fleiri milljörðum í það að reyna að móta okkur og fá okkur til liðs við ákveðna hugmyndafræði. Og þannig að þú veist, þú getur targeta til dæmis ungt fólk, það mjög mikið gert í gegnum TikTok núna orðið og aðra miðla þar sem að það bara, þú veist, kerfisbundið verið að targeta unga menn, þú veist, í tilgangi til þess að draga á meira til hægri, í hægra aukahyggju. Þannig að þú veist, þú getur notað þessa tækni náttúrulega í öllum tilgangi. Vandamáli sem ég vildi kannski svolítið tala lagaramminn og til dæmis varðandi Ísland. Þú veist, við erum með lagaramma sem byggir á evrópska lagarammanum þessi mál sem sem sagt frá Evrópusambandinu runnin í gegnum EES vantarlega, sem það GDPR, það General Data Protection Regulation. En sko þessi GDPR minnist ekki á spyware. Þú veist, það ekkert sérstu klósa þessi njósna forrit. Þannig og til dæmis í okkar reglugerð þá talað rafræna vöktun. En þú veist, hún ennþá okkar tungumálið í lagarammanum meira svona eins og þú sést að hlera, skilurðu, alveg físískt, sko, fysikal.
Þannig þetta er við, og það var svolítið athyglisvert, það var nefnilega Venisar nefndin sem svona ákveðin nefndin án Evrópuráðsins sem fylgist meðal annars með hlutum í tengslu við persónuvernd og annað, setti ákveðna spurningar fram fyrir Ísland til þess að spyrja einmitt notkun á spyware og á Íslandi, þá var spurningin svona, what kind of data, if any, could be collected by spyware? Hvers konar upplýsingar, ef einhverjar, geta verið safnað saman af njósnaforriti. Og svarið var einhvern veginn, að við erum með þessa lagarama frá Evrópusambandinu. Það er aldrei talað að þeir séu ekki að nota spyware. Það er aldrei talað við erum ekki að nota njósnaforrit. Heldur er sagt bara að það er bara stuðst við, já, það er hægt að, undir ákveðnum kringumstæðum er hægt að fara í upplýsingar hjá viðkomandi út af einhverjum, að því þú fær lagalega heimild til þess, vantanlega. En basically Ísland hefur enga skýra lagalega hindrun gegn notkun ríkisins á þessum njósnahugbúnaði, þessu forriti. Og verndarréttindi, í persónuvernd og gagnsæi, það má alltaf, eins og við vitum, það má takmarka það eða fella það niður eða þú vísar í þjóðaröryggi eða eitthvað sakamál. Þannig að og svo líka erum við ekki með neina, við erum ekki komin þangað. Við erum náttúrulega með lögreglu, við erum sérstaklega með nefndum eftirlit með lögreglu frá 2017, sem er sjálfstæði stjórnsýslunefnd sem er skipuð af ráðherra, þar að segja nefndin er skipuð af ráðherra en Mannréttindastofa Íslands er með aðalaðninni og Lögmannafélag Íslands og svo held ég ráðherra skipar einn, þannig að þetta eru 3 manneskjur og svo kemur út árleg skýrsla varðandi, brot eða þegar fólk er að rapportera, en þetta er ekki njósnaforrit náttúrulega, þetta er ekki persónuvernd per se, þetta er bara hvernig lögreglan haga sér, en ég bara svona nefna á það sem eitt avenue ef fólk telur það sé verið að spæja það, en má samt ekki ætla að til dæmis persónuverndarlög sem að banna mér að safna persónulegum upplýsingum þig og banna raunverulega líka ríkinu nema með einhverjum tilgreindum ástæðum, einu sem þau dómsúrskurð, núna hefur lögreglan meiri heimildi til svona forvirkar rannsóknar svo kallar, þannig að þið geta að fara að fylgjast með þér ef þeir hafa grun að þú sett að gera eitthvað, en kannski ekki í svona jafn stóru mæli og við erum að tala núna. Er ekki samt að það er eitthvað í lagaumhverfinu sem að raunverulega, þótt þetta sé ekki nefnt að það sé bannað að setja njósnaforrit í símaðinn, að þá er bannað að safna upplýsingum þig, persónuupplýsingum þig og geyma þær og sýsla í þeim. Já, en ef þú ert með þetta mál að það sé út af einhverjum ástæðum sem fer þá í gegnum að þú fáir heimild til þess að hlera, að þá það er enginn sem að bannar þér að nota þá Pegasus, skilurðu mig. Þú getur farið í allt samkvæmt því, vegna þess að í rauninni lagaraminn svolítið, hann er, og við erum ekki að tala um að geyma upplýsingarnar og nota þær í öðrum tilgangi, en punkturinn er þessi að lögin eru svolítið úrelt, því þau ger ekki ráð fyrir þessu svona rosalega umsvifamiklu, að þú getur fylgst með svona gjörsamlega, Þannig að við erum að tala bara svona einhverju, lögin meða bara einhverjum gömlum hlerunartækjum, en ná í rauninni ekki yfir ógnirnar sem að geta komið undan spilliforritum, vegna þess að leið og þú ert búinn að safna upplýsingunum, þá til dæmis myndi fyrsta spurning hjá mér, ef að þetta yrði notað einhverjum tilgangi, hver er verndin að að fyrirtæki sem keyptir þetta frá sig ekki notið einhverjum annarlegum tilgangi, er möguleiki á að hakka sig inn og komast í þessar upplýsingar. Þannig að við þurfum að skoða hvort við ættum hreinlega að banna notkun á þessum tækjum, meðan við getum ekki verið viss það að þessar upplýsingar sé ekki hægt að hakka þær utanfrá, það er punkturinn, Það er bara engin skýr lagaleg heimild notkun á spyware. Í faktist séð gæti lögreglan í einhverjum, tilgangi þjóðaröryggis, keypt þetta forrit, nota það, en nota síðan bara sömu persónu, bara sömu lögin, yfir persónulögin, en og farið alveg eftir því, en við bara vitum að það er líka hægt að nota þetta þá í einhverjum annarlegum tilgangi og við vitum það að lögreglan er ekki 100%. Við vitum það að það hafa verið menn innan lögregluna sem hafa misnotað
aðstöðu sínas, ekki satt. Bara selt þriðja aðila upplýsingar sem við fengu í vinnunni. Eða voru með þessi vinnunni að afla upplýsingar fyrir þriðja aðila. Það komum líka fram að mótorhjólamanninn. Einmitt, og það er nefnilega vandamál og þau eru komið svona rosalega umsöðamiklar upplýsingar að þá eru við komið bara á svolítið annan stað. Sko. Já, og kannski það sem við verðum varfið þessa Evrópureglur til þess að reyna að venda persónu upplýsingar okkar á vefnum við erum alltaf að svara þegar við förum inn á F-síður hvort að megi setja á kökur sem allir maður sé ekki búin að verja allavega svona 2 mánuðum að ævi sinni í því að svara þessum fyrir spurningum. Já, neytandi, já. En sko, þú veist, þetta grefur vandamáli að þeir eru ekki með skýra lagarama að þá býrðu til mögulega misnotkun, þú veist. Það sem er hægt að kannski njósnabúnaður, þú veist, í fjarveru skýrar löggjafar, skilur við, þá getur notkun njósnarhugbúnaður eða forrits farið fram utan formlegra heimildar og án gagnsæis og það náttúrulega grefur undan fyrirsjáanleika, eftirliti og ábyrgð. Og reglurnar þurfa til að vera þannig að kerfið virki sem ég held eigi ekki við þetta með kökurnar sko því að það getur vel verið að bæði ég og þú hafum einhvern tímann að eitthvað það sem að við samþykjum að verði sett í njósnaforritin í síman að því að vera að steypa yfir mann allt og mikið upplýsingum í stað fyrir að langa einfaldast bara að banna þessa kökur sko nema það sem eru nauðsynlega til þess að sko vefurinn virki en til þess að safna auka upplýsingum þetta bara að banna það. En svo bara líka eins og í Bretlandi, þar sem ég er mest svona þessi dagana, að þá vitum við að þú veist, það er búið að teygja rosalega mikið hryðjuverkalögin og það er rosalegt sko hvernig það er verið að nota hryðjuverkalög til þess að bara að þú veist, grípa niður eða að þröngva niður aktivismannum í kringum til dæmis Palestínu. Þannig að þú veist, þú getur séð fram á að því að sko við erum með svona stjórnvöld í dag sem að kannski maður myndi telja að væri svona á miðunni með þetta. En hvað gerist ef við fáum stjórnvöld sem eru bara ultra hægri, þú veist, sem eru bara tilbúin til þess að, þannig að ef við erum ekki búin að styrkja lagaramann, allt svona lúphól getur orðið mjög slæmt til framtíðar. Það getur verið þannig að réttindavernd sko bara almenningsræðilega falli niður þar sem inngripi verður hvað mest, til dæmis ef allt í einu er farið að nota spilliforrit, þá ert að skapa einmitt þessa hættu á misnotkun á þess að hafa síðan sett upp viðeigandi eftirlit og réttindi, bara lýðréttindi, bara, þú veist, fara niður á sama tíma. Við sáum þetta í Bandaríkjunum, það sem að er verið að skilgreina Antifa sem hryðjuverkasamtök og öll þau samtök sem hafa tengt þau og ég veit ekki hvernig niðurstaðan var það var að vera ræðað í alvörunni að demokrataflokkurinn, lýðræðislegi sósíaldemokrataflokkurinn sem að meðal annars Mandani er félag í að það átt að skilgreina hann vegna tengsla við Antifa sem hryðjuverkasamtök, þannig að það er að teygja þetta. Á Íslandi var engi vandi að skilgreina bara samstöðuna og ég veit ekki hvað og hvað sem sko hryðjuverkasamtök. Af því að við tölum við fólk sem ekki er beint á línu stjórnvalda. En hugsaði hans út í þetta, sko, svona nútíma þessi njósnabúnaður eða forrit eins og Pegasus, þú veist, þetta, hann líka sko, að því við erum að tala um þú veist, lögreglan getur farið í til dæmis netþjóna til þess að ná í upplýsingar í sakamálum, ekki satt, þú veist. En Pegasus, hann sniðgengur algjörlega þennan fjarskipta, þú veist, strúktúr. Þú veist, infrastruktúrin í fjarskiptum hjá okkur vegna þess að hann dregur gögnin beint af tækinu yfir á ytri netþjón, skilur við. Þannig að hann fer ekki gegnum símafyrirtæki eða fellur ekki undir þar að leiðandi kannski hlerunulög. Þú veist, þetta er rosalega, það er margt í þessu sem maður þarf að skoða vegna þess að, þú veist, hvað er þá brotið og við ættum að vera með einhver sérstakar sko, við þurfum að fara að uppdata lögin okkar bara til þess að ef það er til dæmis erlendur aðili sem er að nota þetta á Íslandi í þeim tilgangi að draga upplýsingar frá Íslendingum sem að þess og inn á einhvern annan netþjón. Þetta er orðinn gagnaflutningur sem er náttúrulega kólólöglegur en það er engin skýr lagagrundvöllur til þess að tækla þetta, skilur við. Þannig að eitt sem að mér langar að spyrja sem að tengist þessu líklega ekki þessi ráðstöðu sem þú varst á. Því að það hefur verið svona umfjöllunum að því að við erum náttúrulega í heimi þess sem er hægt að fylgjast með okkur bara allan tíman og ef það er hægt þá er það öllu getur gert. Þannig er það bara. Og þá hefa svona
félagsfræðingar og sagnfræðingar og heimspekingar verið að benda á það að þetta sé verið að taka af okkur svona persónuvendina sem að við raunverulega höfðum aldrei að því að hún er eiginlega bara til dæmis ný uppfinning að forfeður okkar til dæmis ólust upp á baðstofu sem allir sváfu bara inn í sömu skemmunni og það mátti ekki prumpa á þess að allir vissu það og þannig að við höfðum eiginlega aldrei vendað engalíf sem aðri sáu ekki. Það voru allir með nefið í hvers manns koppi, eins og sagt er. Einmitt. Þannig að ég bara verið að velta upp, kannski er þessi skammi tími þar sem að við höfðum allavega hugmyndin að við gátum vendað persónulíf okkar, að hann er farinn og kannski er það ekki svona, ég veit ekki, kannski er það ekki sama svona menningarlega sokkið og maður geti haldið maður sér það fyrir sér að mannkynið hafi raunverulega aldrei haft þetta. Nei, einmitt. En við þurfum að fara að kalla eftir að því að þetta er náttúrulega bara nýr veruleiki það sem við erum allt inni með öll þessi tæki. Við erum bara öll inni í einni risastóri baðstofu. Akkurat og við þurfum að fara að kalla eftir bara miklu skýrari lagaramma skiluru þar sem við verðum bara að fara að krefjast þess hreinlega að við fáum einhver lög yfir þetta. Mér finnst líka þetta með að því ég var að tala um teknofjútalism þú veist líka bara með gervigreindinni og allt þetta, við erum alveg langt á eftir. Við erum ekki að hlutinir að gera hryllilega hratt núna. Þú veist, en ég myndi gjarnan vilja að því að allt okkar hjal þjóðaröryggi talar til dæmis netárásir á okkur í svona einhverjum svona hernaðarlegum tilgangi yfirleitt finnst mér, vera svona, þú veist, rússneskir hakkarar eða það sé hakkarar sem eru að valda tjóni hjá fyrirtækjum til dæmis, þú veist, að eyðileggja systemin þeirra og hakka inn í og svona. En við erum ekki farin að bregðast við heiminum eins og í dag. Það sem ég var að fjalla svolítið mikið á þessari ráðstefnu var í rauninni þessi þróun út frá til dæmis í tengslum við öryggisstofnanir. Og ég var sérstaklega að horfa í að ef að öryggisstofnanir heims og leyniþjónustur eru farnar að nota svona forrit og samstarf þeirra síðan við tæknigeira sem er það sem er gríðarleg samþjöppun, þú veist, þetta eru örfá fyrirtæki, örfáir aðilar, þú veist, sem eru halda í rauninni sem eru með hvort sem Meta eða Google eða þú veist, Microsoft og vandamálið er að við erum líka að sjá mjög þróunin til dæmis í kringum Gaza og hvernig hefur verið notaður hugbúnaður hefur verið notaður með gervigreind og síðan notkun af þessum njósnaforritum. Þú veist, við erum að sjá, þú veist, þetta er svo stór hættulegt fyrir bara framtíðin okkar og lýðræðið. Þú veist, vegna þess að þetta er að gera svo rosalega hratt og óbrútnir aðilar og vopnafyrirtækin eru komin í slagtó með tæknireisunum. Og þú getur ímyndað þegar við erum komin með dróna, þegar við erum komin með öll þessi njósnafyrirtæki, þegar við erum komin með, þú veist, framtíðar bara róbóta sem er núna verið að fara að framleiða og allt þetta. Að, þú veist, þetta er bara svona orwellian framtíð ef við erum sofandi fyrir þessu. En þetta er bara orðið raunveruleiki inn í fréttunum að því að maður getur séð fyrir þessi svona fréttir það sem að er einhver maður frá Palestínu sem að kannski fremur eitthvað afbrot og þá heyrum við fljótlega hann hafi haft tengsl við Hamas eða eitthvað hryðjuverkasamtök. Það er öllu líkitu bara byggt á einhverjum upplýsingum frá Mossad sem að hefur tengt hann við að því að hringdi einu sinni í frændamann sem að hafði tengst einhverju þessu slíku og öru og það viðgöngur með þessar upplýsingar bara eins og þetta sé bara einhver heilagur sannleikur. En að öllu líkitum er þetta langstæðstu hluta byggt á einhverju svona upplýsingarneti sem að safnar og tengir saman fólk og skilgreinir bara góðan hluta af samfélaginu sem hættulegt. Ég meina við erum bara að tala um það að það er bara verið að normalisera fyrir okkur. Notkun á þessum alls konar. Ég meina það er enginn sem kippir sér upp við það að til dæmis notkun á það var hérna Ísrael og þessi bíberar sem þeir sendu hérna til Hezbollah og svo sprakk þetta inn á alls konar heimilum og fullt af fólki sem ekkert endilega, þú veist, bara börn sem að jafnvel urðu
bara hreinlega dói þarna í þessum árásum, en sko það er verið að normalisera hvernig við notum tæknina, jafnvel bara innan samfélagana, skilur. Þú ert ekki targeta hérna bara þennan einstaka hryðjuverkamann eða þú veist, og nú getum við nú farið að tala hver hryðjuverkamaður og hver það ekki, en ég bara segja sko að við erum komin á þann stað að af því Vesturlönd sitja bara þegjandi og til dæmis þegar Pegasus þegar þetta kom upp, það var þetta svona rosalega mikið í fréttum í einhvern ákveðin tíma, en Vesturlönd hafa ekki brugðist við með til dæmis að herða eftirlit með þessu eða að banna þetta. Af hverju skildi það nú vera til dæmis að Evrópusambandið, þú veist, nú vitum við að Ungverjaland búin að vera að nota þetta, allavega svo við vitum, að af hverju, þú veist, erum við ekki bara að tala að banna þetta, vegna þess, og ég segi það ekki, sko, að þú getur verið með eitthvað njósnaforrit og þú getur haft eftirlit með þínum eigin þegnum, en sko árásin og the capability, eða sérst að utan að komandi aðilar, hvort sem það eru Bandaríkin, Ísrael, Kína eða einhverju fleiri, eða Rússar, geta allt í einu fara að nota bara þessa mjög auðveldu tækni til þess að penetrita, þú veist, allt okkar líf. Þannig að væri ekki bara betra að þú veist, reyna að banna þetta og vera svo með einhvern gagnvirkt eftirlit það að enginn af okkar símum og það sé einhver svona, það sem að geti farað og bara láta hreinsa símum, þú veist, við þurfum að fara að tala um þetta. Við þurfum í alvörun að fara að tala svona, sko. Við erum að tala um þetta núna. já, en ég meina hvar erum við að tala um þetta? Af því ég horfi alltaf náttúrulega á, þú veist, varandi þjóðaröryggisstefnu Íslands og svona, en ég vola hrædd að þetta ekki bara Ísland, þetta hérna Vesturlönd bara eins og ég tala nú ekki þú veist, löndi sem ég vinn í, að tæknirísarnir og hergagnaðinaðurinn og samþjöppun valds og svona, þú veist, þeir eru að vinna, þú veist, við höfum ekki ívið að halda lýðræðin okkar í takt við þessa hröðu þróun á hérna gervigreind og njósnaferðum. Það getur verið svona hugsanarleysi stjórnvalda, það getur líka verið það að stjórnvald sjáu fyrir sér að þau þurfa að nota þetta sjálf. Það held ég sé nefnilega máli, sko, að þú veist, þau vilja ekki gefa upp þennan möguleika að geta nota þetta. En það sem gerist það, þegar þú fær síðan aðra önnur stjórnvald komast til hérna, til dæmis, ég meina ég tala bara þessi auka hægri, sko, ef við sjáum allt í þessi auka hægri, eins til dæmis, ég meina, það má alveg fara rök fyrir því að demokratarnir í Bandaríkjunum, þeir hafi kannski undirbúið svolítið farveginn fyrir Trump, skilurðu mig, með því að, ég meina, eins og til dæmis með hergagnaðinaðinn og með allt þetta lobby og allt þetta, þú veist, það sem að, sko, við verðum að fara að segja við, ok, viljum við lýðræðissamfélag eða ekki? Hvað þýðir það? Við verðum að koma í veg fyrir það að ef að einhver svona aukafasískir aðilar komast í valda, hvað sem það þú veist, ég meina það getur alveg gerst á Íslandi. Við getum alveg farið á það, sko. Þannig að hérna, ef að það gerist, erum við þá með réttu verndina? Erum við með lagaramman? Þú veist, eða geta þeir bara farið og misnotað og bara virta vettu í gagnvæðisskyldu sem að gerast í Bandaríkjunum. Réttaransóknir, uppljóstrarar, gagnvæðisskyldur, þetta allt saman, þetta farið. Eitt sem áhugavert í þessu að almenningur veitir þessu ekki mikla mótspyrnu. Við getum tekið bara eins og eftirlitsmyndavélar sem var mikið rætt kannski fyrir 25 árum og fleira sem eru náttúrulega bara orðnar út allt. Og þá var alltaf, ég meina, Ellen, þú þetta ekki óttast þetta ef þú hefur ekkert að fela það. Og þetta nýtist okkur vel við rannsóknir á alls konar lögreglumálum og við vitum það er mynd af ræningjan og það sem hann lappar út úr búðinni og svo má sjá bílinn hans keyra eftir Vesturlandsvegi allt saman til í einhverjum eftirlitsmyndavélum. Og almenningur virðist vera í krafti þess að ef að þú hefur ekkert að fela þá þarf ekki að óttast, að þá er almenningur mjög til í að gefa þetta vald allavega til ríkisins bara furðulega mikið, sko. Það er raunverulega andstaðan við þetta sára lítil. Já, ég held bara að fólk sé ekki alveg að gera sér grein fyrir umfanginu á þessu. Það er bara staðreynd, ekki fyrir að kannski lendir í þessu sjálft, ég veit það ekki. Vegna þess að vandamáli er það að sko, þú þarft, það er ekkert mál að, þú veist, við vitum að þjóðaröryggis og svona undanþágur alveg, þú veist, geta verið notaðar og geta verið víðtækar, en við höfum samt held ég ennþá traust á stjórnmálunum okkar. Þú veist, það er nógu mikið traust kannski á Íslandi
gagnvart lögreglunni og okkar yfirvöldum. Við erum með þessa nefnd og svo erum við með persónuvernd. Þannig ég held að fólk, þú veist, að ég held að þetta endurspegli bara hversu mikið traust hefur til þinna stjórnvalda. Og ef það er mikið traust þá fólk getur að hafa miklar áhyggjur af þessu. Ég hins vegar að benda á það að stjórnvöld breytast og ég líka benda á það að ég held að þetta sé ekki endilega innan íslensk stjórnvöld geta ekki varið okkur nema svo og svo mikið, nema við förum virkilega að taka þessu alvarlega. Þannig að þú veist, ég held að jú, við berum traust til okkar stjórnvalda eflaust, en ég er ekki viss að stjórnvöld séu komin að það stað að geta brugðist við til dæmis ef þetta kemur utanfrá. Þú veist, hvaða varnagli erum við með til þess að díla við svoleiðis. Ég held að það sé ekki á staðnum og ég held líka að það sé bara mjög nauðsynlegt að við þurfum að fara að búa til reglugerðina núna hið snarasta utanum þessi njósnaforrit til þess að koma í veg fyrir að verði einhverjir í framtíðinni sem að nýta sér þessar lagalegu gloppur sem að, þú veist, að þetta sé ekki, taki ekki utanum þetta, basically. Það er bara það svona mín skilabúð. Já, takk fyrir að koma og spjalla við okkur um þetta. Þetta er spyware, er þetta kallað á ensku, sem er sambland af njósnum og software. Við höfum kallað þetta njósnaforrit, en við getum kannski kallað þetta bara njósnarita eða eitthvað svoleiðis. Já, við finnum nýtt orðið við þetta ef þetta er ekki komið. Já, njósnariti, ég ætla að leggja það til, njósnariti. Okay. Helen, kæra þakkir, alltaf áhugavert að tala við þig og mörg mikilvæg mál sem að þú leggur alltaf hér á borðið. Kæra þakkir. Takk fyrir. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauða borðið, við erum alltaf að skilja hérna heim sem er alltaf að breytast eins og við komum fram. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is